Æxlun fugla fer alla jafna fram að vori eða fyrripart sumars. Það er svolítið breytilegt eftir hvers konar fuglar þetta eru, hvað þeir eru stórir. Til dæmis stærri fuglarnir æxlast yfirleitt fyrr því það tekur þá lengri tíma að koma ungunum á legg. Þeir þurfa að byrja að æxlast, æxlun er bara þeir eru fara að fjölga sér, nógu snemma þannig að ungarnir verði fleygir og tilbúnir í til dæmis að fljúga suður á bóginn haustið eða séu orðnir nógu stórir áður en það kemur vetur aftur. Sá fugl á Íslandi sem að verpir alla jafna fyrst er hrafninn. En þegar að fuglar fara að huga því að fara að fjölga sér, að þá byrjar karlinn yfirleitt á að helga sér óðal. Hann eignar sér svæði. Það svæði getur allt frá því verið bara pínulítið, nokkuð tré, yfir í að vera hjá stærri ránfuglum bara þó nokkuð stórt svæði. Hann laðrar sig kvenfugla með ýmiss konar aðferðum, það er mismunandi eftir tegundum. Sumir eru mjög litskrúðugir á litin, aðrir syngja, sumir jafnvel gera eitthvað eins og dansa eða eitthvað þess háttar, eða hoppa eða fljúga eitthvað, svona búa til flugsýningar. Og hjá sumum fuglum, eins og til dæmis brúsum, þá framkvæma fuglarnir svona ákveðin biðilsdans saman. Getur verið mjög flott. Svo þegar fuglarnir hafa ákveðið að æxlast saman, að þá fara þau að huga að hreiðurgerð. Og það er mjög breytilegt eftir fuglum hvað þau leggja mikla vinnu í hreiðurgerð. Sumir fuglar eins og hrafnar nota sama hreiðrið aftur og aftur, bæta bara alltaf aðeins í það á hverju ári, og meðan aðrir fuglar byggja nýtt hreiður á hverju ári. Og sumir fuglar eins og vefarafuglar, og þeir séu ekki til á Íslandi, þeir vefa mjög flókna körfu sem þeir skríða svo inn í, á meðan aðrir fuglar eins og til dæmis krían verpir nánast bara á jörðina. Leggur litla vinnu í að búa til eitthvað hreiður, sléttir bara aðeins grasið. Þegar kemur að því að fuglarnir ætla að æxlast, þá hoppar kallinn yfirleitt upp á bakið á kellunni. Hún lyftir stélinu upp og hann lyftir sínu stéli niður og þau leggja saman gotraufarnar. Gotraufarnar það er bara eitt gat, það er engin getnaðarlimur eða neitt svoleiðis. Heldur bara þessar gotraufar sem þau pissa og kúka út en kynfrumurnar fara líka þessi got. Og kvenfuglinn verpir egginu út gotraufina. Og þegar þau leggja saman gotraufarnar, þá fara sáðfrumur yfir upp í eggjaleiðara kvenfuglsins. Og í raun er kvenfuglinn bara með eggjaleiðara öðru megin, hinn er óþroskaður og þar er eggjastokkurinn líka óþroskaður. Þetta er til þess að létta fuglana. Þeir eru ekki að eyða þyngd í tvöfalt kerfi. Upp í eggjaleiðunum frjóvgast eggið, á leiðinni niður þá safnast utan það fyrst rauðan, svo hvítan, á lokum eggjaskurnin sem er bara aðalega kalk og fyrst er það lind, svo er sprautað yfir það litarefnum hjá sumum fuglum, þangað til það kemur út og þá harðnar skurnin. Þetta tekur alla jafna hátt í sólarhring. Flestir fuglar sem verpa mörgum eggjum þeir verpa einu egg á sólarhring. En svo er mismunandi hvort þeir byrja strax að liggja á. En fuglar verpa allt frá einu eggi og upp í 12-15, þó 5-6 egg sé nú algengast. En ef að fugl byrjar strax að liggja á og leðan er búin að verpa fyrsta egginu, þá skríður unginn úr því eggi út á undan hinum. En ef að fuglinn byrjar ekki að liggja á fyrir en öll eggin eru komin, þá skríða þeir út svona nokkurn veginn á sama tíma. Það er bara einhverjir klukkutímar á milli. Og það er mismunandi hvort fuglar gera. Fóstrið sjálft er á brún eggjarauðunar. Ef við teiknum egg sem er yfirleitt mjórri í annan endan, þá er rauðan hérna inni, fóstrið er einhvers staðar hér. Og svo eru svona þræðir hérna inni til þess að halda þessu föstu, svo þetta leki ekki til. Við sjáum þá ekki.
Þeir eru bara samlitir hvítunni. Rauðan er fyrst og fremst fæða fyrir fóstrið. Hvítan að sumu leyti líka, en hvítan er kannski meiri vatnsforði. En það er næring í henni líka. Það fer loft inn og út skurnið og það sem að gerist þegar unginn fer að stækka, þá minnkar rauðan og hvítan og þá myndast loftgat hér í öðrum endanum. Maður getur séð þegar maður finnur egg með því að bera það upp að ljósi og halda utanum og horfa í gegnum puttana sér, búa til gat svona í gegnum puttana sér. Þá getur maður séð, ef maður sér skuggamun í öðrum endanum, þá getur maður séð hvort það er farin að vaxa í því ungi. Því að ef það er ekkert svona loft, þá er unginn ekkert farin að vaxa. Þegar fóstrið hefur þroskast svolítið, þá fer að myndast þvagblaðra hérna, sem unginn notar til þess að losa sig við úrgang. Hann andar og koltvísýringurinn fer út skurnið og súrefni inn skurnið. Skurnið er ekki alveg loftþétt. Þannig að egg fugla mega ekki lenda í vatni. Þá drukknar unginn. Þegar unginn er tilbúinn að koma út, þá brýtur hann gat á skurnið og hann notar til þess, ef við teknum hérna fuglskokk, hann notar það sem kallað er augntann, sem er svona hnúður á goggnum, sem er sérstaklega til þess að brjóta skurnið. Svo einhverjum dögum eða vikum seinna þá bara hverfur þetta. Eftir að ungarnir hafa skriðið úr egginu, þá er mismunandi hvort að fuglarnir annist ungana eitthvað. Yfirleitt annast báðir fuglar ungana, ber í þá mat, jafnvel í hreiðrinu. Á meðan hjá öðrum fuglum þá yfirgef ungarnir hreiðrið strax og jafnvel eru það aðrir fullorðnir fuglar sem annast ungana. Það er til dæmis málið hjá íslenska æðarfuglinum. Þar borðar kvenfuglinn ekkert á meðan hún er að liggja á eggjunum, en leið og ungarnir eru skriðnir úr eggjunum, sem þeir gera allir svona nokkurn veginn á sama deginum, að þá er kellan orðin bara aðfram komin á hungrið, þannig að hún þarf að fara að borða. Hún lokkar fuglana út á sjó, þau eyða engum tíma í hreiðrinu eftir að ungarnir orðnir þurrir, og þar kemur þeim yfirleitt í hendurnar á öðrum fuglum, oft bara kvenfuglum sem áttu ekki unga. Þær safna að sér slatt af ungum, kannski nokkra saman, og þær ala upp ungana, kenna þeim að fleita mat. Kallarnir taka engan þátt í þessu hjá æðarfuglinu. En hjá öðrum fuglum þá eru fuglarnir saman í þessu allan tíman. Þetta er ansi breytilegt á milli tegunda.